Á Raufarhöfn haldið út í öflugu félagsstarfi eldri borgara en stór hópur fólks hittist þar vikulega til að sinna ýmsu föndri, spila eða spjalla saman. Nýjasta verkefni félagsins að gera upp gamalt hús á Raufarhöfn sem var í slæmu ástandi og stóð til að rífa. Að ræða samvinnuverkefni milli eldri borgara og sveitafélagsins en samningur var gerður að húsið fengi að standa og yrði nýtt sem félagsaðstaða fyrir eldri borgara gegn því að þeir gerðu það upp en sveitafélagið skaffar efni til framkvæmdana. Húsið sem ber heitið Breiðablik á sér áhugaverða sögu. Hér áður fyrr var það sem erum núna staddir, þar var trésmíðaverkstæði en hinum megin aftur var íbúð hjónanna sem byggðu þetta hús, Geir Ágústsson og Ingigerður, kona hans. Og ég held ég fari rétt með það, þetta var byggt 53. En svo aftur seinna mér þá þegar að Geir flutti suður þá tóku söltunarstöðin Borgir við þessu húsi og notaði það undir bæði fyrst upp á loftinu tunnugeymslu en svo síðar mér þá voru gerð herbergi fyrir síldarstúlkur sem unnu hjá söltunarstöðinu Borgum. Breiðablik hefur í gegnum tíðina gegnt margvíslegu hlutverki en ekki mátti miklu muna að húsið yrði rifið fyrir nokkrum árum. Hérna inni voru, í þessum sal hérna voru tíma, það voru unglingar sem voru hér, notuðu þetta sem saman komust að. Og svo var komin hugmynd það hjá sveitarstjóranum sem þá var að ætti að rífa þetta hús. Og við eldri borgarar vorum þá búnir að stofna okkar félag og vorum húsnæðislaus. Að vísu komum við saman á dvalarheimili eldri borgara hérna en okkur líkaði það ekki, við gátum ekki gert annað en bara að spjalla saman. Það var ekki nóg. Og þá fékk ég þá hugmynd að leggja það til að við reyndum að stöðva þetta niðurrif á Breiðabliki og fá það til afnota. Og ég var kjörinn til þess að ræða við sveitarstjórnina og skrifaði þeim erindi og sveitarstjórinn sem var Bergur Elíasson kom hingað til þess að líta á þessa hugmynd og honum leist vel á það. Og við fengum þetta hús og við gerðum munnlegt samkomulag við sveitarstjórnina að þeir legðu til það efni sem við þyrftum en við myndum reyna að skaffa vinnuna og byrjuðum á því að skipta glugga sem eru gjörsamlega og voru bráðónýtir. Talsverða framkvæmdir að ræða. Og það komið svo núna, við erum búin að skipta hérna 6 glugga og núna eigum við eftir að skipta 3 sem við erum búin að fá efni í. Svo ef þetta framtíðin að skipta þak hérna, það orðið ónýtt járnið á því. En það munnlega samkomulag við sveitarstjórnina hefur gengið alveg fram úr skarandi vel. Það ekkert sem hefur orðið neinir hnútar þar á. Og hittist þið þá hvað einu sinni í viku eða eitthvað svoleiðis? Svo ákváðum við það að hittast hér einu sinni í viku og bæði að spjalla saman og föndra eitthvað og það hafa allir meðlimir eldri borgarfélagsins lykil og geta þá komið hvenær sem þeir vilja og haldið áfram í sínu föndri og þetta hefur gengið alveg óskaplega vel bara. Já, þetta hefur mælst vel fyrir meðal eldri borgara hérna á Raufarhöfn. Já, nema það eru margir sem að telja sig þó þeir séu að verða áttræðir ekki orðnir nógu gamlir. Hvað eru margir í félaginu hjá okkur? 22 held ég. Það sé 22 eins og Oftast erum við svona 16-18. Og þið munið halda hérna áfram að hittast og þið eruð að föndra og hvað gerið þið þegar þið hittast hérna? Já, það sést nú hérna á veggjónum, handverkið okkar og svo spjallað aftur saman inn í það sem íbúðin var. Íbúðin Geirs og Ingu var. Það bæði spjallað og spilað. Og fyrsta skipti var í gær spilað bridge. Já. Nú eru ansi mörg hús hérna á Raufarhöfn sem eru orðin gömul og farin að láta á sjá. Oft eru þau nú rifin. Hvað finnst þér þá þróun? Mætti kannski gera meira af því að gera þau upp eins og þið eru að gera hér?
Já, mér finnst bara og mörgum hér finnst óþarlega fljótt sem tekið til þess ráðs að rífa hús. Og það eru mörg hús sem búið að rífa og brenna sem var ekkit einasta mál að gera upp og gera íbúðarhæf. En mér finnst nú þróunin vera núna svo að fólk farið að sækjast eftir þessum húsum til þess að gera þau upp og sumir bara sem dvalarstaði við sumar eða bara til heimsókna en aðrir bara til þess að setja stað og búa í þeim. Og það er þróun sem að mér finnst vera að vera í það áttina að húsin verði ekki rifin alveg leið og einhver fer úr þeim. Svo erum að nýta kraft heimamanna eins og hjá ykkur, nýta eldri borgara. Einmitt, já, við erum til liðtækil til ýmissa hluta.